Fjölmargir Íslendingar hafa áhuga á pólitík og margir það mikinn áhuga að þeir fari í framboð. Það vakti athygli á Akureyri að elsti núlifandi kjörni bæjarfulltrúinn er 81 árs. Brynjólfur Ingvarsson, fyrrverandi geðlæknir á Akureyri. Ég ræddi við hann framboðið og pólitík hér í Lystigarðinum. Hvað er það sem fær fólk almennt og hvað fær þig til að fara í pólitík og vera í framfarasveit hjá flokki? Það er náttúrulega fyrst og fremst bara áherslu atriði fólksins. Það er fólkið fyrst og síðan allt hitt. Og ég hef náttúrulega gríðarlegan áhuga á fólki, búin að vinna við fólk alla mína ævi. Ég var læknir hérna í bænum í hálfa öld og kynntist margur hliðum á mannlífinu hérna og þessu sveitafélagi og ég held að flokkur fólksins eigi bara nokkuð mikið erindi inn í sveitarstjórn og sérstaklega inn í velferðarmálin. Það þarf að taka svolítið til þar og úr því að flokkurinn vildi kalla mig til starfa og ég er tiltölulega frískur og gat orðið að liði, þá var ég bara tilbúin í þetta. Þú er búin að hafa áhuga á pólitík alla ævi en dattir aldrei í hug fyrr að fara í framboð? Pólitískur áhugi hefur nú verið mjög sveiflukenndur. Ég hafði aldrei séð mig sem alvöru stjórnmálamann með svona framavonir og framapott. Ég ákvað að verða læknir. Þar með náttúrulega var lokað fyrir það að geta notað einhvern tíma ráði í stjórnmál eða pólitíska vinnu. Það var tíminn allur settur í lækningarnar. En hérna ég vann nú pínlítið með öðrum flokki hér fyrir mörgum árum. Ég var með flokki heimilana smá tíma og þar áður var ég svolítið að vinna með Framsóknarflokknum hérna á Akureyri. Þannig að ég er nú komið aðeins nálægt þessu þó að þetta sé í fyrsta skipti sem að ég geng svona langt og gerir svona djarfur að bara kýla á þetta eins og sagt er á góðri íslensku. Þýðir það að þú lætur kýla á það núna að þú sett það óánægður með stöðu mála eins og hún er núna? Já, ég get nefnt ýmislegt sem að mætti fara betur hérna á Akureyri. Það er nú til dæmis búsettumál eldri borgara. Það er vandræða ástand þar. Það vantar millistig milli sjálfstæðrar búsetu og svo stofnunar búsetu og fólk sem er í stórum einbýlishúsum og vill minnka við sig og kaupa sér eitthvað viðráðanlegra að það getur lent bara í erfiðleikum. Það þarf kannski að fara að taka lán. Og nágrannaþjónurnar okkar eru búin að leysa þetta, þannig að við getum bara alveg lært af þeim hvernig á að brúa þetta bil og það þarf að fara að drífa í þessu vegna þess að það eru margir áhyggjufullir í dag yfir þessu og það er áhyggjur fara vaxandi og svo erum við að sjá bara alveg fjölgun í þessum hópi bara eftir örfá ár og ef það verður ekki byrjað að taka á þessu núna þá sjáum við bara holskeflu eftir örfá ár. Þetta er hérna öldrunarmálin. Svo náttúrulega er velferðarmálin. Ég er vel kunnugur þeim sem starfandi læknir hérna í bænum áratugum saman, þannig ég þekki nú ýmsa þætti þar sem mér finnst að mætti fara betur. Svo er leikskóla. Flokkurinn hefur mikinn áhuga á að gera leikskólan auðveldari fyrir foreldra ungra barna eða koma því í betra fjárhagslegt kerfi. Þegar þessi orð eru töluð þá er ekki búið að mynda nýja bæjarstjórn en það er einhverjar viðræður í gangi. Sérðu þá fyrir þér að þú og þitt fólk verði í minnihluta eða kemst í meirihluta? Sko, þetta er á viðkvæmu stigi eins og sagt er og auðvitað er það, jaðrar það við að vera hneyksli að við eða okkar flokkur var ekki kallaði til viðræðna strax. Við vorum ekki kallaði til viðræðna fyrir á þriðja degi. Og það gerði það verkum að við áttum svolítið upp brekku að fara að koma okkar sjónarmiðum inn og hitta réttu aðilana til að semja við. En staðan núna er þannig að það kemur fram í blöðum að það sé svona langt komið með að mynda meirihlutastjórn með sjálfstæðismönnum, framsóknarmönnum, Miðflokki og Samfylkingu. En það er ekki alveg komið á leiðarenda þannig að við eigum pínu litla von. En langmestu líkurnar eru á því að við verðum í minnihluta og þaðan munum við bara beita okkar röksemdum og afli til að koma í veg fyrir
óheppilegar ákvarðanir og styðja góðar ákvarðanir. Áttu þér einhverja draumasamsetningu á bæjarstjórn? Já, það hefur komið upp á teningin sem sagt að það færu saman tveir sigurvegararnir, það segja Flokkur fólksins og L-listinn, og ef að þeir bæta svo við sig Vinstri grænum og þessum samfylkingarfulltrúa, þá erum við komið með 6. Og sú staða hefur komið upp á teningin. Og vonandi eigum við möguleika eftir helgi að sjá þetta minnst að kosta inn í umræðinni. Ég er ekki mikill spámaður, en ég er að vonast eftir að við fáum aðkomu að meirihlutanum. Hvernig var að taka þátt í, segjum bara kosningabaráttunni? Það var mjög gaman, það var alveg ótrúlegt. Við héldum eina grillveislu og við héldum eina samkomu fyrir eldri borgara út á Bjargi og fengum Jakob Stuðmann Frímann með okkur í það, og svo var náttúrulega eftirminnilegustu bara kosningadagurinn sjálfur þarna á skrifstofu okkar á Glerárgötu, hvaða komu margir inn, sko. Þetta var bara alveg straumurinn. Einhver sagði 200 manns, ég trúi því nú kannski ekki alveg bókstaflega, straumurinn allan daginn, fólk að koma og heilsa upp á okkur og fá sér kaffisopa og styðja okkur, og svo bara þegar upp úr kjörkossunum var talið, þá bara kom ég ljós að við áttum bara alveg gífurlegt fylgi. Bara alveg gífurlegt fylgi.